Já, sem fyrir það búið að vera mjög áhugavert að fylgjast með allir umræðu kringum Snorra Másson og Miðflokkinn sem þetta á fljúgandi uppleið og ég held að sé alveg óhætt að segja að gott gengi Miðflokksins sem þessa mundir fyrst og fremst Snorra Másson að þakka og hans framganga hefur öll verið til mikillar fyrirmyndar og hann einn fárra stjórnmálamanna á Alþingi Íslendinga sem að virðist eiga þangað eitthvað raunverulegt erindi og hefur einhverja sýn og að setja fingurinn á raunveruleg vandamál sem við þurfum að glíma við á meðan aðrir skella við skollaherum og það sérstaklega í þessari umræðu útlendingastefnu og útlendingamál á Íslandi sem gott og vel að halda uppi hagvexti og fá góða útlendinga til þess að hjálpa okkur að byggja meira og halda upp í ferðamannaðinaðinum og öllum þessum störfum sem að Íslendingar kæri sig ekki að vinna gott og vel upp að því marki að við erum þá að halda við hagvexti til þess að reyna að veru bara elta skottið á okkur sjálfum því að við þurfum að byggja meira, við þurfum að fá fleiri útlendinga og við þurfum að fá fleiri útlendinga því við þurfum að byggja meira. Já, það var eitt nefnilega sem ég glemdi að taka fram. Þú varst að spyrja mig út í hvað myndi gera að ég formaði sjálfstæðisflokksins. Það þetta. Það að hvetja til barneigna. Það ætti eiginlega bara að vera aðalatriði, sko. Já, algjörlega og það alveg ótrúlega sérstakt að fylgjast með umræðinni einhvern veginn reyna að snúa sér undan, víkja undan því alvarlega ástandi sem að hlýsta af því að Íslendingar hætta að fjölga sér, sem við erum hættir að gera. Og það segir sig eiginlega algjörlega sjálft hversu vont mál það en við sjáum menn upp á öxlum og segja já, það ekkert mál, við fáum bara fleiri útlendinga og samt á sama tíma þá segir sama fólkið en hvað þið að tala um að skipta þjóðin út, þetta bara einhver samstæðiskenning. Já, samt þið að gera það. Það að gera það bara tölurnar að sína hérna sjáum við status eða uppfærslu á X sem að Björn Ingi Hrafnsson setti heimildin greindi frá fréttum að mannfjöldaspá boðar mikla fjölgun aðfluttra Íslendinga. Aðfluttra Íslendingar. Það alveg ný tegund af Íslendingum, það þessir aðfluttu sem að boðuð mikil fjölgun, þeir eru ekki ennþá flutti til Íslands. Wow. Þetta Tóti Þóraðin í einni pælingu hafi mér talað þetta sem Newspeak dagsins, það að segja þetta Newspeak. Nú eru jafnvel þeir sem aldrei hafa komið til landsins orðnir Íslendingar. Já. Þeir eru eftir að koma, við erum að sjá mannfjöldaspáin boðar mikla fjölgun aðfluttra Íslendinga. Og eins og Björn Ingi segir, gangi þetta eftir verða húsnæðismarkaður, velferðarkerfin og skólarnir áfram yfirspennt næstu árin og við vitum hvað það þýðir, smá saman stendur til að skipta þjóð í landinu eða raunar á undraskömmum tíma. Til að bregðast við þróuninni nú talað aðflutta Íslendinga. Og ágætt maður hefur tekið eftir því að það einmitt talað að já, Snorri Másson með þetta Great Replacement Theory sem samsæriskenning, öfga samsæriskenning, einhverja QAnonista eða eitthvað. En Björn Ingi Hrafnsson nefnir þetta á nafnandan líka og við sjáum tölurnar bara hreinlega. Það talað að sem sagt Íslendingar verða orðnir 500.000 árið 2042, 500.000 okkur áttur að fjölgum 110.000 og þar af verða 85.000 útlendingar. Já. Í þeirri fjölgun. Það svolítið mikið, sko. Þannig að núna erum við sem sagt, ég man ekki hvað talaði 60 til 80.000 útlendingar á Íslandi í dag. Hvað, 15%? Já. Og ef þetta verða þá sem sagt 160-170.000 útlendingar á Íslandi árið 2042 þá erum við náttúrulega að fara langleiðina með það að vera bara svona helmingur Íslendingar þjóðin í landinu og ok, margir segja bara það sé bara besta mál, við erum að fá fleiri hendur til að vinna og það má enginn tala að fara að eignast fleiri börn, það hægri öfga umræða sem klikka, sem algjörlega bilað, sem samt einhvern veginn það besta sem við gerum í þessu lífi
það eignast börnin okkar, halda vel undan það. Ég heyrði Friðjón Friðjónsson ofurlippa í Sjálfstæðisflokknum vera að debatta við Snorra Másson og spurði hann, hvað viltu þá fara aftur til 1950 þegar konur eignuðust 5 börn, eða viltu fara aftur til 1910 þegar ammaðin og afi áttu sko 9 eða 10 systkini, viltu fara þangað? Og Snorri svaraði einfallega bara lágmarkið á bara að vera 3 börn á hverja konu. Það er lágmarkið til þess að við séum að fjölga okkur. Já. Ég óska öllum bara þess að allir geti staðið undir því. Auðvitað væri fyrsta verk, næsta forma sjálfstæðisflokksins að henda þessum Friðjón út úr flokknum sko. Já, einmitt. Það er mjög mikilvægt á Sjálfstæðisflokkurinn eftir að fara eitthvað. En og það væri líka mjög verðugt mál fyrir bæði Sjálfstæðisflokk og Miðflokkinn að tala fyrir. Ég held að þeir séu svona herstu flokkarnir sem getur farið út í þá sálma eins og við vorum að lesa í Pólandi, Ungverjalandi, sem er einhverjir hvatar til þess að fólk geti eignast fyrir börn. Og það er engin mikilvægri vinna innan gæsalappa heldur en að alveg börn koma börn á framfæri, skilur við. Og hvernig við sættum okkur við það einhvern veginn að við séum hreinlega hægt að fjölga okkur og séum smátt og smátt að finnast út í einlandi og verða að engu. Það er ráðgáta að sjá skítlipa, svo kallega masokista sig í gegnum þessu umræðu. Láti eins og þetta sé bara hið besta mál. Þegar auðvitað er þetta bara til framtíðar eitthvað mikilvægasta vandamáli sem við verðum að taka á. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stuttbrot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd, þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.